Já, heyrðu, við ætlum að ræða skautun í samfélaginu. Það var ráðstefna á Akureyri skautun og við munum fjalla svolítið það við Rauðaborðið á næstu dögum og vikum. Skautun ég veit ekki, kannski orðum svona átakalínur í samfélaginu. Þarna var rætt afstöðu til innflytjenda og fátækra og alls konar svona hópa, það sem svona hópa sem eru að koma sér fyrir í samfélaginu og meðal annars kynsegin veruleika. Þorgerður Einarsdóttir, prófessor, fjallaði það. Vertu velkomin. Takk fyrir. Var þetta ekki skýrt hjá mér hvernig ég var að útskýra hvaða skautun væri? Jú, haldi ég. Já. Það var bara verið fín. Ég held að þetta sé bara því íslenska þýðingin á polarisering. Já. Mér finnst það nú engin sérstök útlenska en þetta hefur verið íslenska svona skautun. Og þetta birtist það sem oft það sem eru hópar að koma sér fyrir í umræðunni, hópar að óska eftir að fá viðurkenningu á tilvísinni, hópar sem flytja til landsins, raddir sem hafa verið þakkaðar niður í gæti, verið bara fátækt fólk eða leigjendur eða hvað sem og þá verður oft svona polarisering og skautun eða hvað. Já, það getur líka verið polarisering í bara viðteknum og hefðbundnum stjórnmálum. Það var eitt erindi það á þessari ráðstefnu, ráðstefna íslenska þjóðfélagið, skautun. Já. Semst hvernig skautun að aukast þá með populisma og... Já. Má ég spyrja að því áður ég spyrði kynsegin. Finnst þér polarisingin vera að aukast? Ég held að sé það nú að einhver leyti. Allavega einhver leyti. Já. Það held ég. Kannski svona klárari farvegirnir sem umræðan getur fallið í. Já. Stundum hefur maður þá tilfinningunni að bara það sama hvað kastað inn að það bara vúmt eftir það í sikkura raufin eitthvað. Og það einhvern veginn meira held ég núna það sem að svona skautuna átakalínur séu svona trissaður upp í pólitískum tilgangi. Já. Og þá ég ekki að tala bara kynsegin eða þann málafólk sem ég vinn í heldur bara almennt svona í kannski pólitíkinni. Já, kannski oftast með innflytjendur og allavega það sjáum við í Evrópu. Já. Herðu, þú varst að fjalla kynsegin og það þar getur verið gnýst á milli í umræðu til dæmis transmál og það kannski það sem gnýstir, það sem að eldglæringarnir eru kannski mestar og kannski ekki mestu fjöldin sem að berja fyrir tilvísinni. Já, það kannski frekar kynsegin hópurinn. Já. Trans hugtakið svona eldra og kannski viðteknara. Já. Það fólk sem að fer í ferli til að staðfesta kyn sitt með einhverjum hætti, líður ekki vel í því kyni sem því var úthlutað, en núna þessi kynsegin veruleiki meira kannski átakamál. Trans átakamál og það mikil, það talaði bakslag í þessum málaflokki, til dæmis gagnvart transfólki, en það sem ég var að skoða með samstarfskonu minni, Laufeyju Axelsdóttur sem nýdoktor í kynjafræði, að það var þessi nýji kynsegin veruleiki, bæði hugtökin sem eru svona á kreiki í samfélaginu og þar ákveðin skautun af fólk sem svona með á móti og lögin kynrænt sjálfræði. Það var ekki búið að kanna viðhorf til þeirra. Þau náttúrulega samþykkt á Alþingi og bara nokkrir þingmenn ekki mættir því sátu hjá. Þannig að það var... Rann í gegn eins og stundur sagt í þinginu? Rann í gegn, já. Og við vorum að skoða þetta sendum út spurningakönnun hjá félagsvísindastofnun í netpanelnum þeirra í nóvember í haust og fengum það afstöðu fólks í dag til lagana og þessara ýmissa hugtaka. En má ég áður og segja okkur það? Megum við aðeins bakka því að þú segir að þessi svona óljós hvernig hugtökin eru og annað slíkt. Má ég biðja þig fyrst bara að skýra þau? Hvað við erum umverulega þá að ræða og ef við færum kannski með svo bakka aðeins í það svona hvenar að því að við þekkjum flest samtöki 78 og baráttu homo og lesbía en þarna kemur svona viðbót við þá sögu ef við byrjum kannski á hugtökunum og bökkum svo aðeins aftur í sögunni sem að því að alltaf gaman að heyra söguna. Já, við getum sagt transhugtakið
það auðvitað nokkuð, það á sér mjög langa sögu, alveg aftur eiginlega til 1910 getum við sagt, kynfræðistofnunni í Berlín á sínu tíma sem að frægur maður sem hét Magnús Hirschfeld, hann var læknir og aktivisti, hann stofnaði kynfræðistofnunni í Berlín og gerði sem sagt rannsóknir og stundaði þar sinn aktivisma og henni semst eiginlega lokað undir nasismannum. Og hann eiginlega setur fyrst fram þetta hugtak transvestít uppalega, transsexual, þá kemur þetta löngu seinna til Íslands. En þetta hugtak hefur verið þekkt mjög lengi, trans. Svo getum við sagt hérna hinsegin. Sem skilningur þá eldri, bara gaman skilningur það að það sé eitthvað sem á milli tveggja. Já, eða trans uppalega, það verið mörg orð, það transvestít, það eiginlega hérna klæðisskiptingur, var einu sinni kallað, kynskiptingar var einu sinni talað sem skiptum kyn, svo töluðum kynskipti aðgerðir, svo talaðum kynleiðréttingar, kynstaðfestingar, þess að fólk sem upplifir að það ekki heima í því kyni sem því var útlutað. Og þannig eru hugtökin líka svolítið alltaf á hreyfingu, eins og að tala líffræðilegt kyn, fólk í hinsegin samfélaginu helst ekki tala það, heldur útlutað kyn sem að þér var útlutað, þannig að það svolítið hreyfing á hugtökunum. En þetta sem sagt mjög gamalt hugtak. En í þessu tímabili, að þá þetta hugtak gæti virkað, þó svo við myndum bara ímynda okkur að vera bara tvö kyn. Já, trans vísar svolítið í það, sko. Gerir ekki ráð fyrir fleiru. Okay. Þannig að kynsegin hugtakið þegar það kemur til, fyrst kannski hinsegin, sem að ríður sér til rúm, sem það getur við sagt á ykkur 20 ára tímabili á Íslandi, smám saman, vinnur sér sess, og það nokkurn veginn held ég óumdeilt í dag, þó það eru einstaklingar sem ekki vilja gangast við því að nota það sjálfa sig, en það er ekki mikil andstæð gegn því og það nota á Íslandi svolítið í staðin fyrir allar stafasúpunni eins og stundum við tala ellendis, LGBTQI+ og allt þetta. Svo fallegt skemmtilegt orð, það þýðir svona eitthvað, það er svona skemmtilegu snúningur á því. Svo eru þarna mörg hugtök sem að við könnuðum þarna, kynhneigð, kynvitund, kynverund, það er alls konar hugtök sem hafa verið óljós og hafa verið á hreyfingu. Og kynhneigð og kynvitund því var lengi vel ruglað svolítið saman. Kynhneigð er þá kannski sexuality. Og hvaða kynið þú heillast? Já, ég sá það. En kynvitund er það hvernig ég upplifi mitt kyn? Já, kynvitund það er sem sagt upplifin þín á þínu kyni. Og við til dæmis skoðum hugtakið kynvitund, röktum það svolítið tilbaka á tímarit.is til að undirbyggja þessa könnun, þá skoðum við aðeins hvernig hugtökin hefur verið notuð og hversu vel við verðum búin að vinna sér sess. Og þá sáum við til dæmis að kynvitund, það var lengi vel mjög óljóst hugtak og á tímarit.is þá sáum við til dæmis að frá svona 1965 þá var þetta aldrei notað svona kynþroska unglinga. Þegar krakkar að fá hvolpavitt, kynvitund. Svona milli 80 og 90 að þá fara að nota það kynhneigð og þá smám saman samkynhneigð. Stuttu seinna 1990, kannski til 2005, að þá fara að nota það kynferðismál og kynfrelsi kvenna. Og það passa svolítið við kvenréttindabaráttuna. Konur vilja skilgreina sjálfar sína eigin kynverund. Og svo aftur, svona upp á 2000, þá það samkynhneigð. Og þetta var líka óljóst í akademiskri umræðu og við sýnum dæmi það. Og þarna komum við kannski dálítið áskorunum íslenskunar. Hvernig eigum við að þýða orðið sexuality? Kynverund, kynvitund, kynferðismál, af því við erum alltaf að íslenska. En það gefur kannski líka möguleika á einhverju nýsköpun og nýri hugsun. Það getur verið fallegt við íslenskuna að hafa ekki alltaf þessi skilgreindu nafnorð til þess að tjá sig með, heldur að vera með svolítið svona þókukenda. En það getur náttúrulega verið slæmt líka. Það er ákveðin spenna þarna. Hún getur verið svona neikvæð hlaðin getur við sagt, orsaka skautun, en hún getur líka verið frjó og skapandi. Og ég svona hallast að því að við höfum að líta svolítið á hana þannig.
en auðvitað virða bara þau málvísinda fólk sem kannski fastheldið hefðbundið hlusta á sjónarmið. En svo skoðum við til dæmis hérna hvernig orðið kynvitund fekk skýrara innihald og það var mjög áhugavert að hérna kynvitund sem þá gender identity, ekki sexuality sem svo ólíkt á enskunni, sexuality og gender identity. Og við sjáum ekki betur en það sé fyrst með áliti umboðsmanns Alþingis, það kvörtun sem til umboðsmanns Alþingis árið 2007, það sést einstaklingur, þá Karl, sem hefur lifað í hlutverki konu í 12 ár, en það ekki að breyta nafni sínu. Vegna þess að viðkomandi ekki búin að fara í aðgerð eða ferli. Og umboðsmaður Alþingis svarað þarna, kemur með skýrslu 2009 það að langa útlistun á þessu, en að þetta sýni að það sé mikil réttar óvissa og skorti réttar öryggi fyrir transfólk. Það heitir nú annað í skýrslunni, þetta heitir fólk með kynskiptin hneigðu eða eitthvað svoleiðis. Og svo gerist það stuttur síðar, þannig að fyrsta sinn sem að þetta ávarpa svona. Þannig að baráttan var vola mikið upphafi hjá transfólki að fá að skipta nafn. Svo kemur stjórnlagaráðið 2011 og þar var strax rætt að hafa kynhneigð inn í stjórnarskráni, en það kemur tillaga frá hópi félagasamtaka það að taka kynvitund líka inni, sem þá gender identity. Sú tillaga náði ekki í gegn, reynda náði stjórnarskráin ekki í gegn heldur, en þá umræðan svolítið komin á flug. Og árið 2012 að þá eru sett lög réttarstöðu fólks með kynáttunarvanda og það var eitt hugtaki viðbót. Og það var áttið transfólk og þetta var auðvitað mikill sigur fyrir transfólk, vegna þess að þá fékk það ákveð réttaröryggi, þá gat fólk breytt nafni sínu, en þurfti að vera 1,5 ár, 18 mánuði í hlutverki hins kynsins. Og þetta var algjörlega undir forræði læknastéttarinnar, þannig að fólk þurfti að vera í samtölum 1,5 ár og annað slíkt. Þannig að þetta var svona strategískur sigur, getum við sagt, áfangasigur. Og náttúrulega orðfærið var þetta kynáttunarvandi. Men einhverju myndi segja að þetta fólk var ekki í neinum kynáttunarvanda, kannski frekar við okkur hinn. Og þú ert að tala svolítið hraða breytingu því að þú ert að tala eitthvað sem gerðist bara í gær, það er stutt síðan. 2012. Það er mikil hröð degla. Mjög hröð degla þetta. Og svo erum við með þessi lög og þau þjónuðu sínum tilgangi og þjónuðu ákveðin fólu í sig ákveð réttaröryggi. En svo gerist ekki þarna ákveðin tíma og Ísland hefur eins og fleiri lönd mátt þessu svolítið við Regnbogakort ILGA, það eru evrópsku hinsegin samtökin og verið kappsmál að vera þar ofarlega. Og lengi vel voru Íslendingar meðal 10 efstu þar, en hröpuðu svo niður. Þannig að nokkur ára bili og 2017-18 eru þau komin held ég bara niður í 18. sæti, einmann rétt. Vegna þróunar í öðru löndum? Já, það var ekki vegna þess að hér hafa orðið bakslag, til dæmis lagalega séð. Það hlupur bara ekki nú hratt. Já, önnur lönd tekin fram úr. Og þá kemur aftur upp þessu umræða hvað þetta að gera og svo lögin kynrænt sjálfræði að það ríkisstjórnin sem stofnað 2017 sem hefur það á stefnuskrá og markmið að koma Ísland aftur í fremstu röð. Og þannig að við erum komin á þann stað núna. Og það gerist? Það gerist 2019. Þessi lög eru, hvað ég var að segja, róttækari heldur en í flestu löndum? Hvað segirðu? Þessi róttæklu? Ekki endilega róttækari í flestu löndum, þau eru það eru mörg lönd með svipað. Já. Þannig en við erum aftur komin í fremstu röð í á listanum og við erum núna, hvað erum við, í 5. sæti núna á listanum. Fyrsta sæti er bara tilkynnt nýlega, í fyrsta sæti í málefnum transfólks. Þannig að þetta svolítið eins og með kynjajafnrétti alþjóðlega kynjabili Global Gender Gap frá World Economic Forum, að það verður annars vegar þá þrýstingur frá hinsegin samfélaginu og þá
feministum þegar kynjabili á í hlut og stjórnvöld svolítið svara því kalli. Þannig að það er vel ekki hægt að kvarta yfir því kannski að stjórnvöld hafi ekki verið tilbúin að setja lög. Og það sem okkur fannst athyglisvert við fórum að skoða þetta. Þegar þú segir það er ekki hægt að segja að stjórnvöld hafi ekki verið að setja lög. Ertu að lýsa... Ég er að tala Ísland. Já, Íslandi. Að hér hafi verið kröfur frá hópnum sem stjórnvöld hafi svarað. Kallast á við metnað stjórnvalda til að skora hátt á þessum listum. Og svo getur maður hugsað, af hverju er það? Og við höfum gjarnan viljað setja það bara í sama samhengi og kynjajafnréttismálin. Við erum að tala Norðurlöndin sem svona norm-entrepreneurs og þau hafa vilja til þess að vera leiðandi á alþjóðavísu. Þau vera frumkvöðulega gilda og viðmiða í alþjóðasamfélaginu og það sáum við til dæmis við sáum þetta aldrei vel í lögunum fæðingarorlofið. Það var svolítið samkeppni milli Norðurlandana. Það kom fyrst 1994 og 5 í Noregi og Svíþjóð, 1 mánuður og 3 mánuður. Svo kom Íslendingar með allan pakkan, 2000. Þannig að það er svolítið dæmið það. Og voru í fyrsta sæti smá tíma þá til aðrir toppuðu. Íslendingar er ennþá í fyrsta sæti því. Svo kom jafnlauna staðallinn og eitt og annað svona sem að sín. Það er þessi samkeppni og við höldum að við viljum setja hann í samhengi við þessa norrænu keppni. Það er svolítið keppni að vera best. Og það sem okkur finnst áhugavert er það að það er almennt tengsl á milli hægri og vinstri sjónarmið í þessu. Sem sagt, bæði kynjajafnréttismálum og þessum hinsegin málefnum. En á Íslandi, það er til langtímakönnun sem sýnir viðhorf til samkynhneigðar. Og hún sýnir að Ísland, breytingarnar hafa gerst mjög hratt á Íslandi, varðandi viðhorf til, þá er ég að tala samkynhneigð sem sagt ekki hinsegin í víðari skilningi, breyst mjög hratt á Íslandi og nú eru Íslandingar með frjálslyndustu viðhorf, frá því að það verið mjög aftarlega meirinni. Já, þá erum við bara að mæla almenning, ekki afstöðu. Almenning, já. En við sjáum líka, við skoðum aðeins röktum okkur aðeins í gegnum stuðning stjórnvalda. Það má segja kannski, ef við rykjum okkur aftur tilbaka til 1987, samtökin 78 er stofnuð auðvitað 78, svona fyrsta stóra máli sem að verður svona opinbert og verður rosalega erfitt fyrir hinsegin samfélag allan heim, að það eru auðvitað AIDS og HIV. Á þeim tíma að þá var Davíð Oddsson, borgarstjóri í Reykjavík, og hann veitti samtökunni 78 húsnæði, gaf þeim húsnæði. Þannig að það er skýrt dæmi stuðning frá hægra megin frá. Og á sama tíma þá fengu samtökin stuðning til að vera með símaráðgjöf örugt kynlíf. Það sýnir svolítið hvernig þetta hékk saman að fá samtökin í lið með sér á svona hættu tímum. Nú 1996 að þá komu lögin staðfesta samvist sem að voru auðvitað mjög mikið framfaraskref og það er sem sagt það er sama tíma koma réttur til ættleiðingu og tæknifrjóvgunar og þá er Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur í ríkisstjórn. Svo getur við sagt að Alþingi sem setur lögin auðvitað en þessi flokkar hafa meirihluta á þingi sem að sýnir sem sagt þetta. 2010 þá fengum við 1 hjúskaparlög, þá var ekki lengur staðfest samvist fyrir hinsegin fólk og 2012 þannig þessi lög transfólk sem ég nefndi áðan og þá erum við með Samfylkinguna og VG þannig eftir hrun og svo getum við sagt núna, það sem er áhugavert núna 2019, lögin kynrænt sjálfræði og svo núna 2022 þá fengum við fyrstu aðgerðaáætlun í hinsegin málefnum og svo núna daginn bara bann við bælingameðferðum og þetta er allt saman hvað var kallað þverpólitíska breiðu ríkisstjórn ríkisstjórn yfir miðjuna. Já. Ríkisstjórn pólitískan stöðuleika. Já, þannig að það sem við pólitísk einmitt og það má alveg segja semst að og þá má hugsa semst að á þetta ekki við á Íslandi, þetta með hægri og vinstri. En við sáum að það á við þegar við spyrjum almenning. Þannig að það styður svolítið þessa hugmynd okkar metna Íslands sem eitt af Norðurlöndunum að vera leiðandi í viðmiðum og gildum í alþjóðasamfélaginu. Það er í forystu hægri flokkana að þá sé þessi metnaður
þó svo að viðhorfin sem að þau samþykja í samkeppni við hinn Norðurlöndin séu ekki með jafn mikinn stuðningi þeirra grassrút og vinstramenn. Já, og svo höfðu við þá áhuga svona kafa aðeins dýpra í þetta. Hvað skilur fólk þá þessum hugtökum og hvaða viðhorf eru meðal almennings til lagana um kynrænt sjálfræði og til allra þessara. Það er mjög spennandi að sjá vegna þess að þú sagðir áðan að Íslendingar væru meðal þeirra þjóða sem hefðu jákvæðust afstöðu til samkynhneigðra, homo og lesbía. Hvernig er þá gagnvart kynsegin fólki? Já, það er mjög athyglisvert að þegar við spurðum um lögin. Það var spurning var fullyrðing. Lögin kynrænt sjálfræði eru mikilvæg til að stuðla að jafnrétti allra. Og það kemur ljós að það er talsvert mikill stuðningur. Það var alltaf meiri stuðningur hjá konum en körlum. Við erum spurðum líka kynsegin, getur við sagt. Það var engin kynsegin einstaklingur í úrtakinu. Það má geta þess. Það er ekki nema 132 kynsegin skráðir samkvæmt Hagstofunni, en það voru 3 kynsegin einstaklingar í úrtakinu. Þannig að það segir auðvitað ekki mikið en það gefur vísbendingu. En það er fólk er mjög hlynnt lögunum, getur við sagt, að það er sem sagt 75% af konum og 46% af körlum sem að segja að þetta stuðli að jafnrétti. En nær það að vera að sé meirihluti karla sem að segja nei eða er það bíl á milli það sem að hvorki nýja eitthvað? Sko ég er bara með það sem eru sammála eða mjög sammála en svo náttúrulega einhverju hlutlaus. Þannig að það er ekki meirihluti á móti. Það er mjög ólíklegt. Nei, það er ekki meirihluti á móti, ég veit það sko. En það sem okkur fannst líka athyglisvert er að þegar að fólk er spurt eða þegar það taka afstöð til staðhæfingarinnar, það eru fleiri kyn en kona og karl, að þá eru færri sem að segja það. Það er 75% af konum sem að segja lögin stuðla jafnrétti alla, en 64% og svo á köllunum að þá eru það enn færri. 46% af köllunum sem sagðist að lögin styttu við jafnrétti, en 34% sem að segja að kynin séu fleiri en 2. Og það höldum við að sé semst bara almennt þá styður fólk lögin og vill jafnrétti, en það skilur kannski ekki alveg grunn hugsunina. Og þetta er mjög algengt í raun og veru, þú veist, fólk styður jafnrétti, en svo þurfa brýtur aðeins niður og þá er ég að tala um kynjajafnrétti, brýtur aðeins niður hugtakið hvað er átt við með því, að þá styður fólk það ekki allt. Þannig að þetta sýnir almennan jafnréttis vilja, getur við sagt. En kannski getur líka sýnt, við getum bara sagt eiginlega svo óþroskaða umræðu. Getur alveg líka. Því að sömuleyti þú varst að rekja söguna, þá kom manni svolítið óvart hvað það gerist hratt og hvað er umverulega stutt síðan að sko hugtökin voru þýddu bara annað. Já. Þannig að maður eiginlega finnur til með almenningi sem að þarf að halda í við þessa þróun umræðunar. Og þá kannski komið að þessu það sem er skautunin í samfélaginu. Að kannski má ekki segja að það sé næstu því eðlilegt að það sé hluti almenning sem að bara hefur ekki náð að fylgja þess eftir. Að það tógist einhvern veginn inn í samfélaginu þegar að réttindi koma svona hratt. Ég held að sé bara mjög skiljanlegt að gera það. Ég er ekki að leggja til að það skýr það hægar. Ég er bara að segja að það sé eðlilegur fylgifiskur framfara að það verði. Það held ég hljóta að vera sko einhver leyti og það sáum við líka fyrir spurðum skilning fólks á hugtökunum. Og þá sjáum við til þess að hugtæki trans, ég nefndi að það er búið að vera mjög lengi í umræðinni, að það er yfirgnæfandi meirihluti sem að það, maður telur sér þekkja það og telja sér skilja það vel eða mjög vel. Og svo reyndar hán sem er tiltölulega nýtt. Kynsegin, það er sem sagt milli 50 og 60% kvenna sem að skilja þessi hugtök og er sem þekkja og telja sér skilja það mjög vel, en það alltaf færra köllum. 30-37% kalla. Þannig að það er alveg greinlegt að það er ekki skilningur á öllum þessum hugtökum og og meðal sérfræðinga að þá getur við sagt hvort ég að segja skautun meðal sérfræðinga, jú það er mismandi skoðanir meðal málvísindafólks á því hvað er hér í gangi og hvað er að ræða og þar er líka ákveðin skautun. Það er til málvísindafólk sem er kannski fastheldið eða hefðbundið og þarna er spurningu íslenska málkerfið og það er mjög athyglisvert að
margt fólk blanda svolítið saman eða talar í sömu atrinu kynhlutlust mál sem þá maður, öll velkomin og þetta og þessi kynsegi nýyrði og þarna auðvitað málvísinda fólki með blæbrigðaríkari skilning og þarna eru alls konar fræðileg álitamál sem sem bara mikil tókstreita í kringum á tungumáli að breytast eftir fólki sem eitthvað jaðarhópur sem ekki þekkir sig og ekki orð til að yfir sig í tungumálun og finnur sig útilokaðan á tungumáli að breytast eða hvernig að vera. Þetta mikil og heit umræða, enda góð hefð fyrir því í umræðum íslenskt mál að þar eru hópur sem ákafur í varnarstöðu sinni og þannig að það hefð fyrir mikil átök að kröfunum að rétt og rangt sé skýr lína í íslenskunni. Þetta á við auðvitað alla minnihlutahópa, alla jaðarhópa sem eru að berjast fyrir tilveru sinni, tekið fatlaða og fólk af erlendum uppruna á að segja svart fólk eða hvað á að segja og svo framvegis. En þetta alveg rosalega áhugaverð umræða einmitt. Maður getur alveg skilið að það séu fólk sem fastheldi og kannski það mikilvægt. Það sem okkur fannst líka áhugavert að hvað leyti endurspeglar fastheldni í samband við tungumálið, íhaldssemi eða hvað við kalla það, andstöðu eða íhaldssemi gagnvart málefninu sem slíku. Erum við að tala málfarslega fastheldni sem á ekkert skylt við stuðning við hinsegin fólk og kynsegin fólk eða hangir þetta einhver leyti saman. Og þetta höfðum við dálítið skemmtilega umræðu þannig á ráðstefnunni inn norðan og við segjum hreinlega bara, við getum ekki gefið okkur það. Það eiginlega... hvað umræðan er? Það eiginlega sjálfstætt umræðefni. Hvað umræðan er? Hvað umræðan er. Maður hefur séð þetta oft þar sem að fólk að tala til dæmis það hvort að þú drægir úr karllægni íslenskunar. Hvort að það sé gert að kröfu einhvers hóps sem að vil breyta íslenskunni, að stundu finnst manni umræðan sem snýst kannski, getur við snúist smekkvísi eða bara leyfi fólks til þess að tala tunguna eins og þú vilt, eins og hver kýs að gera það, sem líklega það sem allir væri til að vera sammálum, að það var oft látið eins og að þessi álitamál það hvort að maður segi fólk eða maður og til þess að vera ekki að útiloka eitthvað sem maður að tala maður að reyna að tala málið þannig að sem flestir upplifu að það sé eigi við viðkomandi þegar maður vill það, þegar maður að segja við öll, að maður sé að segja við öll, að þá oft snýst umræðan eitthvað allt annað eins og að það sé verið einhver hópur sem að neyða fólk til að gera þetta með einhverjum hættið eitthvað. Eða það að við eigum öll að koma saman á einhverju þjóðfundi og ákveða hvernig við ætlum að tala íslenskuna sem ég ekki alveg viss að sé krafa nokkuð Já, ég held að þetta sé alveg rétt lýsing á því. Því að annars það er svo með kannski kröfunum að það sé ekki verið að til þess að sambandi við fötlun að það sé notuð rétt hugtök við það sé ekki verið að nota hugtök sem að hópurinn vill ekki nota. Það er eiginlega önnur enla. En svo líka mjög áhugavert í þessari umræðu, finnst mér margt sem áhugavert. Eitt til dæmis þetta eitthvað upprunalegt og hvernig málkerfið og hefur þróast frá aldauðli. Þannig að fólk sem vilja finna eitthvað núllpunkt, eitthvað upphafsreit, þessi bara metla í stein að þannig málið. Mínum huga máli svolítið á hreyfingu og svo í öðru lagi hvað mismunandi hverju fólki finnst að megi hreyfa við. Og til dæmis mjög áhugavert að hinsegin, það rann í gegn í þessari merkingu og kynsegin, það orðið hán sem hefur orðið og það, ef að ég skil þessa umræðu... Það er viðstaða gegn því að taka það. Já, og ef að ég skil þetta rétt, þá snýst það að það sé ekki hægt að það er að búa til ný nafnorð og sagnorð og lýsingarorð, en það er ekki hægt að búa til ný persónufornöfn með handafli. Og þetta sem sagt hefur einhver málvísindalegan grunn sem allt og langt fyrir okkur að fara út í. Þetta finnst mér rosalega, en ég held að við séum bara rétt byrjuð á þessari umræðu og spurningin einmitt sem sagt því að tungumál eru eitthvað kerfi, það er eitthvað málkerfi, en svo er það líka tilfinningarlegt atriði.
Já, eins og þú bendir á að það líka bara ólík sjónarmið bara þróun. Það eru margir sem upplifa ekki bara í sambandi tungumál, heldur alls konar hluti að hlutinir hafi verið réttir og þeir hafi síðan hörnað og við verum að laga þá tilbaka. En svo eru aðrir sem að segja að hlutinir hafi verið einhvern veginn og það var ekki alveg gott og við viljum breyta. Þannig að þetta getur verið bara djúpstæð, ólík afstaða til bara lífsins. En segðu mér að því að þú ert prófessor í kynjafræði og hefur verið að fylgjast með þessu. Af hverju verða þessi mál stundum svona rosaleg hittamál? Er það vegna þess að kynin eru bara svo mikil svona grundvallaratriði hjá okkur að líklega verður mál sem að tengist því alltaf, gnýstir alltaf í því? Eða er þetta vegna þess að þróunin svo hröð að það bara kannski eðlilegt þetta sé svona, hvað er þetta? Akkur, þetta er fámál sem að gnýstir jafn mikið til dæmis þessu umræða trans og kynsegi fólks. Trans og kynsegi, ég held að þetta er svona partur af kynja umræðinu auðvitað. Við tökum alltaf kynjafræði í víðum skilningi, það er sem sagt það er svo margt, allir margbreytileikin undir. Ég held að ein skýringin sé svo að kynjakerfið er eitt bara lífseigasta valda kerfi, getum við sagt, bara veraldar. Kynjakerfið, það er búið til frá örófi alda, og það hefur lifað allar mestu byltingar veraldarsögunar. Þú getur rakið í gegnum hvert þjóðskipulag eða fætur öðru alltaf lifir þetta kynjakerfi í einhverju mynd og það er bara ofboðslega djúpstætt og það er, ég held að partur af skýringunni sé líka við erum alltaf að leita einhver einni skýringu, maður leita launamenn kynjana, við þurfum að jafna heimilisverk og eitthvað svona, en þetta á sér bara mjög djúpar og margar orsakir og það er ekki bara að viðra út eitthvað gömul viðhorf og fá nýja kynslóð því við erum alltaf að endurframleiða og endurskapa. Og af hverju það er bara einhverjir, það er hagsmunir einhverja hópa og ef við tökum hefðbundna bara nálgun á þetta kallar versus konur, að þá er ekki hagsmunir allra kalla að viðhalda einhverju kynjakerfi. Það er ákveðin hópar og köllum sem trónir á toppnum, sem hefur kannski efnahagsleg, félagsleg, pólitísk, menningarleg völd umfram aðra kalla. Og það er sem sagt hierarkíur eða svona stigveldi innan kalla líka, en það er nógu sterkir hópar til að viðhalda kerfinu þannig að við haldum því gangandi. Og nógu öflugir. Já, nógu öflugir. En að velti fyrir sig hver græðir á þessu og til peningana þá er þetta ekki margir kallar en þeir eiga rosalegt afl. Já. En varðandi svona persónulegra því að maður sér svona kalla sem er ekkit efstir á hrugnum sem að bregðast oft við, en þetta getur ekki líka verið það að svona kynvitund okkar sé svo sterkt innbyggt inn í svona persónuleika okkar að þegar einhver raskar þessu formi að þá upplifir fólk þetta sem bara persónulega árás á sig að ef þú skilgreinir kynþitt eitthvað öðruvísi, akkur ætti ég að trompast eins og menn gera, menn verða bara rosa reiðir og lítið á þetta sem árás og Já, það er sannlega því að það hangir eitthvað saman við þetta kerfi líka og af hverju margir trompast sem og það sem okkur langar að kanna frekar, að hvað leiti til dæmis hangir anduð við málfarsbreytingar, að hvað leiti hangir hún saman við svona víðtækari viðþorf í málaflokknum. Við vitum það ekki alveg. En svo af hverju segjum til dæmis og kallar neðar í stigveldinu bregðast við að þá eru þetta til kenningar kalla neðar í stigveldinu sem finnst þeir hafa tapar hugmyndafræði kerfi sem hefur einhvern veginn gefið fyrirheitu það að þeir reynu kannski að fá að njóta einhvers ávinnings af kyni sínu, ómeðvitað er ég auðvitað að tala síðan gerist það ekki og við vitum auðvitað strákar detta úr skóla og hærrir sjálfsmorðstíðni og allt þetta og þá sem sagt gera ákveðna kenningar ráð fyrir því að það er að upplifa sem sagt að það hafi verið svikið eitthvað sem einhver óyrt fyrirheit svona liggi í loftunum að þeir tilkall til og það skapi þá sem sagt gremju sem að súrnar inn í karlahópnum og ef við tökum bara ítrasta dæmi þetta kannski Anders Behring Breivik og einhver svona viðhorf
sem sagt, feministar sé að taka yfir völdin og það tala hugmyndafræði núna, svona kyngerfis hugmyndafræði hefur, anti-gender eða sem sagt, það má rekja aftur til kaþólsku kirkjunnar árið 1995 þegar að byrja hræringar til Sameinuðu þjóðunum, kyngerfi og það sameinast núna rennir svolítið saman við hægri populisma, þú veist að kynin eru bara 2, þannig að þetta er mjög bara djúpstæð pæling sem ég held að við þurfum eiginlega held ég að halda áfram að lifa við það verður eitthvað spenna í þessum málaflokki og reyna að skilja hana og reyna að finna eitthvað leiðir til að fjalla okkur áfram í henni. Og geta talað mál út frá þessu sjónarhorni þegar þau sannarlega snúast það eins og svo þetta nefna hægri hryðjuverk og eitthvað fleira. Þetta er bara viðurkennt í lögreglu í allan heim að það er hvernig svona fyrirlitning yngri manna sem að upplifa þessi svona svik að þau fá ekki það sem þau töldu sig eiga að fá sem yfirburðakinn. Að þetta er orðið samfélagsleg vá. Já, og nota benni, þetta er allt sem bara óyrt einhvern veginn liggur svolítið innbakað í menninguna. Það er enginn sem hefur, þú veist, það er enginn sem að rifti samningum við á en eitt slíkt, sko. Og við tölum þessa ógn og þá oft sem hægri öfga og þá erum við að leita svona stjórnmálaskoðunum, en svo er bara mjög ríkt annað afl sem þarna undir sem eins og þú bendir á hjá Breivik og fleirum sem er svona hvern. Og það er einhvern veginn þetta semst að feministarnir og þetta hinsegin fólk allt saman sé svolítið að taka yfir og eitthvað sé frá einhverjum teki með því. Þannig ég held að það sé svona kannski einhver leiti djúpstæðustu ræturnar en við þurfum auðvitað að skoða það allt saman líka ekki bara hrapa einhverju niðurstöðu. Mjög mikilvægt að sem sagt, gefa sér ekki fyrirfram að hlutinni séu á einn annan hátt. Herðu, það verður áfram deilt þetta, það verður svona skautunum þetta. Og þannig er það bara. Er það ekki bara, er ekki málið að bara horfast í augu við það og ræða það? Stundum finnst manni eins og að sem ég ætla að fá endið á að þegar umræðan er uppi þá verður svona varfið eins og fólk sé svolítið að tipla í kringum hana, sé svolítið hrætt við hana, þetta sé erfiður staður að vera á, þetta er ekki það sem allir eru til í að renna sér inn í og fara að taka þátt í því. Segjum það væri bara samfélagsskylda okkar að hugsa svolítið upp átt til þess að við myndum vita svona sirka hvernig aðrir hafa það og hvernig aðrir sjá það. Að þá er þetta eiginlega það svæði sem að flestir væri svona smeykastir við að bara fara að hugsa upp átt svona. En það ég held að sé partur af því held ég sé líka við viðurkennum þá semst forréttindastöðu okkar sem að líður vel í því kyni sem okkar var útlötuð og erum svona meginstraum sem eigin í lífinu að við viðurkennum þá semst takmarkanir okkar og kannski vanþekkingu og sínum vilja til að koma til móts við þá jaðarhópa sem að verða fyrir áreiti og öráreiti og fólk er rangkynjað og það er greiðlega mikið álag líka. Já, en það sömuleitt er skiljanlegt að renna á svellinu að því að þú tókst nú eins og sambandi við kynsegin, er það ekki sem er eiginlega bara að breyta merkingu? Kynvitund, sem er bara búið að breyta svo hratt merkingu, það er næstu því skiljanlegt að einhver svona á miðjum aldri hitti ekki á réttu skilgreininguna. Já, það er allavega eitthvað sem ég held að við þurfum að fara að ræða núna og við meginstraums fólki líka bara sína örlítið svona örlæti, þú veist, fara ekki í varnarstöðu, bara viðurkenna við erum að læra, en ég veit að hinsegin samfélagið er þreytt á því að vera stöðugt að kenna okkur hinum, þannig að fólk það líka sína vilja bara og orku til að taka sér sjálft í gegnum svolítið, fullt af vefsíðum og fullt af efni sem er hægt bara að glöggvast á. Það kom svolítið í gegn. Það eru margir hópar sem lendi í þessu og þegar það er verið að ræða þeirra mála þá er einhvern veginn varpað yfir á hópin að þurfa að útskýra. Það er kannski komið tími til þess að við í meginströmmnum tökum til í okkur. Við erum vandamálið, ekki þau. Grípum boltan og tökum umræðan áfram og það var svolítið markmið okkar með þessu höldum áfram með þetta samtal og þetta með skautun, ég held að það sé líka dálítið gott fyrir okkur að hugsa stundum það sem frjóa á skapandi spennu, ekki alltaf skautunin getur verið góð þegar við getum umbreytt ykkur af henni í frjóa á skapandi spennu sem eitthvað nýtt og gott kemur út úr. Eins og oft vil verða það sem að ferskvatn og sjór mætast, jökulá og ferskast á. Vonum það. Herðu, mjög gaman að tala við þig, Þorgerður. Takk fyrir að koma hérna á Rauða borðinu.
Og við snúum okkur þá bara að næsta mánuði eftir augnablik.